Góðan dag, ég heiti Valgarð Már Jakobsson og er stærðfræðikennari í Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ og áhugamaður stærðfræðiforrit í GeoGebra. Ég hef verið að taka upp töluvert af myndböndum þetta forrit til að kenna á ýmsa þætti og sýna, bæði fyrir nemendum mína og aðra áhugasama. Og núna er ég að safna þessu saman og þetta myndband hér er kannski bara inngangsmyndband til að sýna grunnþættina. Hér fyrir neðan í ummælum þá mun ég svo bæði safna saman hlekkjum á ýmsa spilunarlista þar sem ég flokka saman myndbönd þar sem ég er að kenna tölfræði og svo framvegis. En einnig mun ég bæta við verkefnum og myndböndum hægt og rólega og hérna fyrir neðan er þá líka e-mailið mitt, valgarð.fmos, þar sem þið getið komið með spurningar eða biðjum að fara yfir eitthvað, hvað sem er. En skoðum nú bara forritið. Heimasíða forritsins, geogebra.org, lítur svona út. GeoGebra er ókeypis forrit sem hefur verið þýtt á fjöldamörg tungumál, þar á meðal á íslensku. Þó að heimasíðan sé nú kannski ekki á íslensku, þá eru reiknivélarnar sjálfar meira og minna þýddar yfir á íslensku. Og það fyrsta sem við gerum er að skrá okkur inn eða búa okkur til aðgang ef við höfum ekki skráð okkur inn áður. Við getum gert það með Google eða Facebook, þið þekkið þetta bara eða hvernig sem er. Og ég ætla að skrá mig inn á minn aðgang og þar sé ég og hef ég aðgang að öllu því efni sem ég hef búið til undir hérna Profile. Sjáum við það síðasta sem við höfum verið að gera. Allt sem þið gerið inn í reiknivélunum sjálfum og vistið þar, það vistast sjálfkrafa hérna og er aðgengilegt hér á þessari forsíðu hér. Þið getið svo búið til möppur og haldið utanum dótið ykkar skipulagt að þannig. Þetta getur verið bæði venjuleg verkefni, þetta getur verið kennslustundir sem þið búið til, þetta getur verið bækur og fleira. En meira það í öðrum myndböndum. Eitt sem ég vil bara sýna ykkur hér, það er að ef þið ætlið að fara inn í verkefni og ég kem til með að vera með hlekkja á ýmis skjöl sem ég nota í myndböndum. Ég ætla að fara hér í fylgigögn. Þá farið í punktinn hérna og gerið Open in App. Þið getið líka kópírað, afritað verkefnið og gert það ykkar. Og allt sem hérna er inn á GeoGebra er þannig að það er öllum frjálst að nota það. Það sem gerist þegar þið afritið verkefnið er það þá kemur upphafshöfundurinn fyrir aftan nafnið ykkar í hérna þegar að sagt er hverjir hafa búið til verkefnið. Þannig að þetta er allt mjög snyrtilega gert hjá þeim. Til að leita verkefnum þá getið fylgt eftir fólki, alls konar snillingar hér sem áhugavert er að fylgja. Ég ætla ekki að fara yfir það í þessu hérna myndbandi hér. En þið getið tengst bæði vinum ykkar og svo einhverjum sem þið fylgið og aðrir geta fylgt ykkur. Hérna í Classroom er hægt að halda utan bekki og fara og ég fer nánar það líka í öðrum verkefnum. Og hérna í Resources er samsafn af alls konar verkefnum og allt er þetta ókeypis. Og mér er hægt að leita hérna eftir ákveðnum efnisatriðum. En þetta er líka eins og bara eins og samfélagsmiðl, hérna er líka eins og newsfeed, þar sem að helstu kanónurnar, sést hvað þeir eru að setja fram. Því bæði þessi Tim Brzezinski og Steve Fells eru náungar sem ég fylgi mjög mikið eftir, búið til mjög mikið af skemmtilegum hlutum. En til að fara í reiknivélarnar sjálfar, þar eru nokkrar hérna, er hægt að byrja því að ýta á Start Calculator
og þá opnast svona frekar einföld reiknivél, en ég hrifnari af því að fara hérna í tinningin hérna og hér sjáum við mismunandi reiknivélar, en ef þið viljið GeoGebra Classic þá fáið þið svona reiknivél með öllum þáttunum inni og ég sýni ykkur það í næsta myndbandi líka. Ég ætla ekki að hafa þetta lengri í dag og þakka fyrir, og eins og ég segi þið bara sendið á mig línu á Valgarð.mos ef þið hafið einhverjar spurningar eða langið til að fræðast meira eitthvað tengt þessu forriti. Takk fyrir í dag.